Komið sæl og velkomin í grænvarpið hlað Landsvirkjunar. Það sem við ætlum að fara yfir í dag, efni þáttarins, eitthvað sem að kemur okkur öllum við, að minnsta kosti öllum þeim sem reka heimili. Það rafmagnsreikningurinn. Það nefnilega ekkert endilega hægðarleikur að skilja allt sem fram kemur á honum og svo það misjafnt eftir í hvort þú býrð á heitu eða köldu svæði á Íslandi. Þannig að til þess að fara yfir þetta með okkur erum við búin að kalla til okkar bestu konu, Tinnu Traustadóttur, framkvæmdastjóra sölu og þjónustu. Vertu velkomin til. Takk fyrir. Mér langar samt aðeins áður fyrir maður stað. Það svolítið markmið okkar hérna í grænvarpinu að kynnast aðeins viðmælendum okkar. Þannig að áhorfendur og hlustendur viti aðeins hverja þeir eru að hlusta á og hvaðan þeir koma. Og þannig að áður fyrir maður rýna í reikningana, getur sagt mér bara aðeins hvað kemur til, hvernig þín leið hefur legið í þennan stól? Af því að ég veit að þú ert að gera stærstu samninga sem eru gerðir á Íslandi. Já, ég hef starfað núna í Landsvirkjun í 7-8 ár, það 4 ár sem framkvæmdastjóri hjá sölu og þjónustu, en það svið sem ber ábyrgð á öllum núverandi viðskiptavinum fyrirtækisins, saman hvort telst stórnotenda, þannig að það undir falla álverinn og kísilverinn og gagnaverinn og svona nýju viðskiptavinir eins og landeldisfyrirtækin, heildsalan líka, greiningar á mörkum, sala og upprunaábyrgðum, öll orku uppgjörinn og móttaka á raforkupöntunum. En áður en ég hóf störf hjá Landsvirkjun þá ég í lyfjageiranum, hóf störf strax eftir útskrift frá Háskóla Íslands árið 2000 hjá Delta sem fyrir rennari Actavis, starfaði innan þeirra samstæðu í 14 ár og þetta var frábær reynsla og þegar ég hóf störf hjá fyrirtækinu voru það innan við 200 manns og ég held að það hafi verið 50 milljón evrur á ári í tekjur og 14 ára síðar að það voru alþjóðlegt fyrirtæki þegar mest létum 22.000 starfsmenn í einhverju 20-30 löndum og 500 milljón dollara í tekjur og þarna var markið sett hátt að verða eitt af 3 stærstu samheita lyfjafyrirtækjum heimi og það tókst. Og af þessum 14 árum þá starfaði ég 10 ár í Bandaríkjunum sem auðvitað stærsti lyfjamarkaður í heimi og þar var ég að stýra viðskiptaþróun fyrir fyrirtæki og það var eiginlega sama sagan þar þegar ég flytti í Bandaríkin árið 2005 að það voru ekki með eina sölustarfsemi, þetta voru 2 starfsmenn í raun og veru en hann að 10 ári síðar þegar ég að flytja til landsins að það voru neitt af 3 stærstu lyfjafyrirtækjunum, samheita lyfjafyrirtækjunum í Bandaríkjunum. Og þá spyr maður kannski, þú segir já það tókst, af hverju hættirðu þar? Já, það var auðvitað bara vista skipti, fjölskyldan ákvað að flytja aftur í Íslands og það var svo sem alltaf hugmyndin, ekki að daga uppi í Bandaríkjunum heldur að flytja heim og orkugeirinn er þetta mjög spennandi geiri og ég segi stundum sko þetta eru sömu handtökin við það þú ert að byggja upp viðskiptasambönd og þú ert að semja og stóra hagsmunir undir þannig eru sömu handtök en nýr bransi sem er auðvitað bara spennandi áskorun. En ef við rýnum aðeins í rafmagnsreikningin, sko Landsvirkjun framleiðir meira 70% af allri raforku sem hér unnin á þessu landi en þegar þú lítur á rafmagnsreikningin þá kemur Landsvirkjun hvergi fram. Geturðu aðeins farið bara yfir kerfið og hvers vegna þetta raunin? Já, það alveg rétt. Landsvirkjun framleiðir 3/4 af allri raforku sem framleidd hér á landi. Við seljum ekki beint til heimila og minni fyrirtækja, heldur seljum við raforkuna í heildsölu til sölufyrirtækja sem eru síðan í smásölu og selja áfram til heimila og minni fyrirtækja og af þessum hluta raforkumarkaðarins, þessum almenna markaði þá erum við með helmingin og hinn helmingunni kemur þá frá öðrum vinnslufyrirtækjum sem eru mörg hver með bara enda notendur þannig að þau vinna raforkuna og selja beint til heimila og minni fyrirtækja, hann stórnotenda. Af hverju gerir Landsvirkjun það ekki? Já, þetta kannski svona sögulega og langstærsti hlutin af raforkunu okkar fer til stórnotenda í langtíma samningum þangað. Þannig að það hefur svona verið kjarnastarfsemin og síðan aftur á móti líka heilsan og svo bara að aðri sjáu þá smásölumarkaðinn. Ef við kíkjum aðeins á rafmagnsreikning meðalheimilis, þá skiptist hann í 2. Ekki satt? Já. Getur aðeins rönt bara í gegnum? Já, það raun og verið þannig að fyrir heimkomna raforku að þá þetta 2 reikningar sem við fáum.
Og þetta annars vegar reikningu bara fyrir raforkuna sjálfa sem þá frá einhverju af sölufyrirtækjum og þetta nýju sölufyrirtæki sem að starfa hér á landi og það Atlantsorka, það Fallorka, það N1 Rafmagn, Orkusalan, Orkubú Vestfjarða, Orku Náttúrunnar, Orka Heimilina og Straumalind og þetta af það sem við greiðum fyrir heimkomna raforku og þetta í kringum 30% og þarna ekki samkeppni, þannig getur verið talsvert mikill verðmunur á milli raforkusalana, þetta getur verið alltaf 30-40% verðmunur og kannski áhugavert að lauma því að söluaðilar skipti hafa fæst mjög mikið í aukana og á árunum 2022-2024 þá var árið 25-föld aukning með 10 árun undan 2012 til 2014. Það náttúrulega hægt að fara bara inn á aurbjörg.is, smetla á samanburð og þú getur skipt raforkusala með einum smetli. Ég bara, ég gera þetta reglulega, kannski, ég veit ekki 2 ára, það séu bara hvar lægsta verðið, skipta. Og þetta svona þróun sem byrjaði í kringum árið 2017, hefði komað ný sölufyrirtæki fram á sjónarsveið og hefur verið svona mikill stígandi síðan. Þannig að þetta raforkan sjálf sem 30% af heimkominni raforku, borgum það til sölufyrirtækisins en síðan það hinreikningurinn sem við fáum sem þá frá veitufyrirtækinu og hér á dreifiveitunni og höfuðborgarsvæðinu þá þetta veitur og svo ertu með veitufyrirtæki á borði Rarik sem sér að dreifa raforkuna á tilteknum svæðum á landsbyggðinni og HS dreifiveitan það sérleyfisskyld starfsemi og við getum ekki valið hana og sá reikningur skiptist í flutningin á raforkunni sem þá hluti Landsnet sem flutningsfyrirtæki og sér að flytja raforkuna og síðan það dreifingin á raforkunni þar sem það dreifiveitan sem fær greitt fyrir sína þjónustu, tekur við frá kerfi Landsnets og heim í hús og síðan það skattar og gjöld, opinber gjöld og það jöfnunargjald sem rennur til ríkisins til þess að jafna kostnað við dreifingu raforkunum milli landshluta og síðan það virðisauka skatturinn líka og langstærsti hlutin sem við greiðum fyrir heimkomna raforku að það flutningur og dreifing og það helmingur af reikningum, það 50% af reikningnum og síðan það þá restin, 20% að það opinber gjöldin. Já, þannig að réttum þannig að þótt þegar talum að rafmagnsverð sé að hækka þá hefur verðið á raforkunni sjálfri í rauninni bara áhrif á þennan þriðjung reikningsins. Já. Og mér langar kannski til að koma aðeins inn á að því við letum verkfræðistofan Eflu taka saman fyrir okkur hvernig þróunin á rafmagnsreikningi meðalheimilis í þéttbýlisvæði sem notar í kringum 4,5 megawattstund á ári hefur verið að þróast á milli árana 2023 og 2024 þá þetta í kringum 7% heildarhækkun á milli ára þannig að kostnaðurinn fyrir meðalheimil á þéttbýli fór úr 113.000 krónum í 121.000 krónur á ársgrundvelli með öllu þannig að þetta var heildarreikningurinn hækkaði 8.000 krónur á þessum 8.000 krónur þá hækkaði raforkunum 2.000 krónur þannig að þetta sýnir þetta svo skýrt. Já, af því að það hefur náttúrulega verið mikil umræða raforkuverð núna undanfarið og fyrirtæki sem óttast verulega miklar hækkanir upp á 10% og ég veit að við megum ekki af því að sala á orkuvinnsla og sala á raforku náttúrulega lítur samkeppnislögum og það má ekki tala mikið verð fram í tíman en það má því svo tala verð aftur í tíma og þarna að fara í rauninni segja okkur hversu mikið verðið hækkaði milli áranna 23 og 24 en ég meina núna umfram eftirspurn ekki satt og það má ekki gera upp á milli. Það ekki svo að Landsvirkjun getur ekki valið hverjum hún ætlar að selja? Nei, við erum með samningsskuldbindingar í stórnotasamningum til lengri tíma og síðan höfum við gert þetta þannig fyrir almenna markaðin að við höfum tekið frá magn sem að það getur engi boðið í, það alveg sama hversu háverðin eða hversu góðu verkefni. Þú ætti að koma inn að gagnaveru segja ég ætla að borga 2-falt meira en þið getur selt. Já, við höfum tekið þetta magn bara frá fyrir almenna markaðin. Og það má samkvæmtislögum? Já, við höfum þarna ákveðið sölufrelsi þannig að við getum fráðið því. Og kannski sem betur fer, ég er ekki mæla gegn því, sannarlega ekki vegna þess að það sem við óttast þessi orkuskortur. En ef við höldum okkur við rafmagnsreikninginn, þá langar mér líka til að nefna þá sem búa á köldum svæðum.
Ég veit að það mikill minnihluti en það að búa Vestfjarðafjörðum, ákveðnum hluti Norðurlands og Austurlands, Suðurlands líka náttúrulega dreifbýlið. Hvernig kemur þetta út fyrir, hvernig þeirra rafmagnsreikningur frá brugðin? Akkurat. Það þannig að heimila á köldu svæðum að þau nota mun meiri raforku að því hún fer að hluta þannig til þess að kynda húsin heldur meðal heimili sem ekki á köldu svæði og á köldu svæði það getur þetta verið alltaf 30 megawattstundir á ári fyrir meðal heimili og meðal 4,5 megawattstundir hér. Og raforku notkun á heimilin og köldsvæðum getur líka verið mjög mismunandi milli mánaða. Fyrir þáttum vorum við að kíkja á raforkureikninga frá Bíldudal og þar var til dæmis 1,7 megawattstund í ágúst og síðan varst komin í janúar þá var þetta 6,1 megawattstund. En af raforku notkun heimila á þessu köldu svæðum að þá 85% sem fer til húshitunar og sá hluti niðurgreiddur af stjórnvöldum og bara á fjárlögum. Þannig að það sem þú borgar í rauninni fyrir kyndingu á húsinu það svipað og ef þú verður með hitaveitu eða hvað? Það kannski kemur ekki á nákvæmlega samastað niður, ég myndi halda að vera eitthvað dýrara en reikningur á mánuði fyrir heimila á köldu svæði hann getur verið 40-50.000 krónur á mánuði þegar notkunin hvað mest og Byggðastofnun hefur látið Orkustofnun meta orkukostnað heimilina og þar kemur ljós að meðalheimili Reykjavík að greiða 240.000 krónur á árinu 2024 fyrir bæði raforku og hitaveitu en til samaburðar að þá geta heimila á köldu svæðum verið að borga 360.000 krónur á ári og það eftir niðurgreiðsluna. Já. Og þannig að niðurgreiðslan getur í sömu tilfellum verið þetta 600-700.000 krónur á ári og þetta auðvitað beinir sjónum að því og brýnir okkur í að fara í jarðhitaleit og það hafi verið jákvæð fréttir núna af vestan þar sem þeir hafa verið að finna auki heitt vatn. Þannig að vonandi svona til framtíða litið að þá verður hægt að nota hitaveituna í meira mæli til húskendingar. Já, þeir hafa náttúrulega stundum þurft að brenna olíu og allt það sem að manni finnst bara skjóta skökku við og það eigi helst ekki að þurfa að brenna olíu á Íslandi. Mér langar samt að nefna, sko, að því vorum að tala um raforkuverðið og reikningin og þróunina. Á þessu ári held ég með að segja að þá hefur samt svona gegnsæið á markaðnum aukist mikið. Ég veit alveg það er umfram eftirspurn en það orðið auðveldara ekki sagt að fylgjast með verðþróuninni. Getur aðeins farið yfir þessu þróun? Já, það má segja að það var orðið algjör bylting og það raun og verið tvennt sem kemur til. Og annars vegar þetta það að Orkustofnun og raforku eftirlit Orkustofnunar farin að kalla eftir upplýsingum frá markaðsaðilum og birta. Þannig að nú eru birtir raforkuvísar, þannig að þar kemur fram til dæmis hversu stór hluti almenna markaðarins hafi verið tryggður, þannig að vera að hugsa raforkuöryggið, hvernig raforkuverðsþróun og svo framvegis. Þannig að sko sölufyrirtæki sem að selja til heimila og smærri fyrirtækja, hversu hátt hlutfall af því sem þau reikna með að þurfa að afhenda á næsta ári þar næsta sem sagt, hversu mikið þau eru búin að tryggja sig. Akkurat. Já. Þannig að þessum upplýsingum safnað saman með reglubundum hætti og miðla með reglubundum hætti. Og síðan það hitt að fyrirkomulag raforkuviðskipta á heildsölumarkaði hefur tekið breytingum og það var fyrir eiginlega sléttu ári í desember 2023 sem að ráðuneyti gefur tveimur fyrirtækjum, Elmu annars vegar sem dótturfyrirtæki Landsnets og Vonarskarð hins vegar leyfi til þess að reka raforkumarkað. Vonarskarð fór í loftið í aprílmánuði og Elma fyrirhugar að fara í loftið síðar á þessu ári og þarna getum við séð opinberlega upplýsingar frá einum tíma til annars stöðun á raforkumarkaði. Það að segja hversu mikið magn verið að bjóða til sölu, hversu mikið magn óskað eftir að kaupa, hversu mikið magn varð í hverjum viðskiptum og hvernig raforkuverðið að þróast frá einum tíma til annars. Þannig að þetta eru mikil framför og miklu meira gagnsæi heldur en hefur verið á umliðnum árum.
En svo hefur maður okkur gagnrýni á þetta fyrirkomulag og þá voru fólk sem vildi meina að þetta væri ástæða verðhækkana þegar það væri komið þessi markaður og milliliðs. Raforka hefur verið á samkeppnismarkaði 20 ár frá því að nýju raforkulögin sem við kallum ennþá nýju raforkulögin voru sett. Þannig að raforkan að það eru sömu kraftar sem eru það á verki, kraftar framboðs og eftirspurnar eins og á öðrum mörkuðum og birtingamind raforkuverðsins svo að þróast í dag raun og veru bara birtingamind stöðunar í raforkukerfinu. Þannig að þegar það þrengir að þá hefur verðið hækkað. En sko af því að það náttúrulega tvennt í þessu, það annars vegar raforkuöryggi og hins vegar þar að segja þessi nægt frambúð og hins vegar sko verðið. Heldur almenningur þurfi að hafa áhyggjur af þessu hvort tveggja eða öðru hverju? Ég vil halda því fram að það að við búum hér í landi endurnýjanlegra orku að það gerir það að verkum að ákveðnu leyti erum við í vari fyrir miklum verðsveiflum og fyrirkomulag viðskiptanna hjá okkur þannig að við erum að selja fram í tíman. Þannig að það þýðir það að kannski núna erum til dæmis að glímast við slaka vatnsstöðu. Þannig að þá eru einhverja tímabundnar hækkanir. En það þýðir það að raforkusamt sem við erum að fá í innstunguna hjá okkur í þessum mánuði og í næsta mánuði að það búið að ganga frá kaupunum einhverjum mánuðum og stundum árum áður en að kemur til afhendingar, þannig að það er búið að festa verðin. Þannig að svona skammtíma sveiflur hafa alla jafna ekki það mikil áhrif á raforkunotnum. Og ef þú ert búin að selja fram í tíman, þá getur ekki sagt þegar kemur að afhendingu, nei það er svo lítið í lónunum hjá okkur, við erum að sleppa því að láta ykkur hafa það. Það er náttúrulega, það hefur ekki gerst ennþá þessum tæpu 60 árum sem Landsvirkjun hefur starfað, ekki sant? Nei, þetta auðvitað bara útgangspunkturinn í öllum okkar rekstri að fyrirtæki geti staðið við sínar afhendingar á forgangsorku til viðskiptavina, alls saman hvort það eru stórnotendur eða viðskiptavinar á heildsölumarkaði og það er svo bara allt annað mál þegar kemur að því að skerða samningsbundna skerðanlega orku að þá er það eðlilegt viðbragð í lokuðu vatnsaflsríku kerfi að þegar illa árar í vatnsbúskapnum að þá hægt að skerða afhendinguna og það endurspeglast líka í lægra raforkuverði til raforkukaupandans. En hvað með alþjóðlegan samanburð? Ég las í blöðunum daginn að Ísland væri með 63. hæsta raforkuverði eða orkuverð í heimi, raforkuverð í heimi. En það eins og alltaf erfitt að átta sig á því hvort að það sé hátt eða lágt. Og ég sá þessu frétt líka og þetta kemur okkur ekki óvart því að svona, í öllum alþjóðlegum samanburði að þá raforkuverð á Íslandi verið lágt og stöðugt og samkvæmt Eurostat að þá greiða heimili á Íslandi lægsta raforkuverð í Evrópu og ef við berum okkur saman við Normin og þá greiða þeir 50% hærra en við og Svíar og Finnar þá er þetta tvöfalt hærra raforkuverð heldur en hér á landi. Eftir það með teknum tilliti til kaupmáttar eða verðlags? Já. Þannig að við erum bara ótrúlega vel í sveit sett þegar kemur að raforkuverðinu. Það var ný ríkisstjórn að taka við og ég veit að á skrifborði nýja orkumálaráðherrans og umhverfis og loftslags bunki af málum sem hafa með orkumálin að gera. Áttu þér einhvern svona óskalista? Já það og við auðvitað höfum talað hátt og skýrt fyrir nauðsyn þess að koma almenningi í var þegar raforkuöryggi annars vegar og við erum auðvitað bara í sérstaklega viðkvæmri stöðu þegar við erum með 100% endurnýjanlegt kerfi og það að þetta loka kerfi þannig að við erum ekki með neitt upp á að hlaupa eða vanta meirinn á kerfi með stuttum fyrirvara. Við erum ekki með neinn gasorkuver eða kolaorkuver eða kjarnorkuver eða hvaða nú er. Einhver sem þetta kveiki bara með skömmu fyrirvara og tekur náttúrulega langan tíma eins og við vitum að undirbúa byggja og það mjög góð vinna yfirstandandi á vegum stjórnvalda og hefur verið núna einhverja 18-24 mánuði og þarna eru helstu hagaðalar samankomnir þannig að Landsvirkjun tekur þátt í vinnunni, önnur vinnslufyrirtæki, Orkustofnun, Landsnet og svo framvegis. Þannig að bara brýning til stjórnvalda að halda áfram þessari vinnu og klára með lagasetningu. En hvað segir við þá sem segja, ég meina þetta bara markaðsværi eins og hver önnur og almenningu verður það bara að keppa við
stóriðjuna eða fyrirtæki hana og stjórnvöld þá bara niðurgreiða. Eins og þau niðurgreiða húshitun og kostnað á hvernig svæðum. Raforkan auðvitað nauðsynja vara og það algjörlega óhugsandi að heimilin í landinu og minni fyrirtæki í landinu búi ekki við trygga orku afhendingu og ég held að bara ef við náum að tryggja framboði, tryggja raforku öryggið og tryggja það að þessi hluti markari sé ekki að keppa við stór alþjóðleg fyrirtæki, annars vegar að tryggja orku afhendingu og hins vegar raforkuverð, að þá ætti það ekki að þurfa. Akkurat. Eru þá ekki búin að komast nokkuð vel yfir rafmagnsreikninginn og svona, ef að segja, umgjörð hans hér? Ég held það. Kæra þakki fyrir komuna þína. Takk fyrir. Ljúkum þættinum hér og sjáumst eftir mánuð.